Já, við erum mætt með Guðmund Þór Guðmundsson, landsliðsþjálfara Dana. Hvernig finnst þér þessi, ertu búinn að venjast þessu titli? Já, ég svo sem bara þjálfari og jú, þetta auðvitað bara skemmtilegt starf en mjög krefjandi, gríðarlega krefjandi og mikla kröfu gerðar, sem sagt. Og en ég bara, þú veist, sáttur hingað til. Er þetta mikill munur við íslenska landslið? Já, þetta er töluvert mikill munur vegna þess að það er svo mikið auðvitað fjölmiðla umfjöllun í kringum þetta og það er alveg eins og þið bara sjáu hérna sko, það er auðvitað gríðarlegur áhugi og þannig að það er auðvitað ekki það hafi ekki verið áhugi á Íslandi, það er bara umfangi var ekki eins mikið, skiljið en öðru leyti er ég að þjálfa handboltalið og það ger ég líka með íslenska landslið og mér leiði alltaf afskaplega vel að vinna fyrir HSÍ og með íslensku leikmönnum. Sem hornamaður í Víking, þið hefði ekki grunnað þetta að fara í þjálfun og þá enda sem landsþjálfur eða hvað? Nei, ég held ég hafi aldrei stemt á það eitthvað snemma, allavega ekki á mínu ferli. Það kom bara eiginlega seint á mínu leikmannaferli, svona frekar seint að ég eiginlega lendi í að verða spilandi þjálfari eftir að þjálfari var rekinn frá Víkingi og það vantaði þjálfara og þá byrjaði þetta nú eiginlega bara svona, þannig að það var nú ekki eitthvað sem maður hafði planlagt sko. En nú ferði í gegn með okkur þjálfaraferilinn, þetta sem þú segir, byrjaði á Víking sem spilandi þjálfari og svo hvert lá leiðin svo? Já, ég var í Víking fyrst sem spilandi þjálfari, svo var ég þjálfari þar og síðan fór ég og tók við afturheldingu sem hafði verið í annarri deild mig minnir að það hafði verið í 34 ár í annarri deild, tók við þeim, kom þeim upp í fyrstu deild, frábær ár sem ég átti þar. Þaðan lá leiðin til Fram og svo var ég Fram, mjög gott að vinna þar líka og skemmtilegt, gott félag. Síðan fór ég þaðan til Þýskalands, var þar í 2 ár, tek við landsliðinu 2001, var með það í 3,5 ár minni mig til 2004 og síðan lá leiðin aftur til Fram minni mig. Ég er nú að fara að rifja þetta upp, þetta var langa ferð, 25 ár og svo tók ég við landsliðinu 2008 og síðan fer ég til Þýskalands fyrst til Danmerkur og síðan til Þýskalands og hef verið þar í síðustu 4 árin af þessu ári undanskildu. Já, þetta er eins og segir langur og strangur ferill en þú búinn að þjálfa 2 landslið þar segja, Ísland og Danmörku. Ferlið þegar þú tókst við íslenska landsliðinu í annarskipti, það var mikið, furðulegt í kringu það var búið að tala marga og hvernig fór það? Það var nú eiginlega bara þannig að ég var ekkert eiginlega á þessum blessaða þjálfara markaði, ef við getum orðað þannig sko, var bara í öðru starfi og sem var? Já, ég var að vinna hjá Kaupþingi á þeim tíma og var sjálfsögur ekki á þessum þjálfara marki og var ekki í þessum þjálfara starfi og síðan var það nú bara þannig að það var leitað til einhverja manna sem vildi ekki taka þetta og hver sem ástæðan fyrir því var. Ég tók nú þá ákvörðun síðan að stökkva á þetta og taka þetta verkefni að mér og ég sé ekki eftir því. Það var stórkostlega ár sem ég átti með íslenska landsliðinu og þetta náði í þessa silfurmedalíu og bronsmedalíu á EM, það var þetta stórkostlega upplifun og það var frábært tími að starfa með strákunum í landsliðinu. Þannig að maður segja að ef þú ekki fengið þetta starfi á íslenska landsliðinu á sínum tíma þá verður þú ennþá inni á Kaupþing bara? Já, eða Arion banka kannski. Takk fyrir Guðmundur.